svolítið virðingu fyrir mannslífum, mannréttindi. Við erum með hérna aktivista með okkur sem hafa stutt á baráttu mikið. Og Anita, hún komin aftur. Hæ Anita. Hæ. Þú varst í Bandaríkjunum. Já. Hvernig var? Sérstakt. Já, New York. Mjög sérstakt, svolítið mikið. Gaman að sjá þetta, skrítið að sjá þetta. Stóð eitthvað út úr? Kom eitthvað óvart? Hvað lítið er hugsað fólk hérna. Já. Hvað er í alvörinu lítið hugsað fólk hérna. Og einmitt eins og við vorum að tala um áðan, Ríó Leifur, þetta skulle vera eitt ríkasta land í heimi og það er ekki að sjá. Fátækt, heimilislausir, niðurrif. Já, mjög mikið heimilislausi. Ég sá það líka í Washington DC. Ég hef aldrei séð annað eins. Já. Aldrei. Skelfilegt. Já, samt sjáum við nú mikið svona út í London. Líka þar, já. Og ruslið einhvern veginn hrannast upp þar. Það er sama í New York. Það er rusl alls staðar, sko. Kannski alveg algengt í stórborgum en ekki svona. Ekki svona mikið? Ekki svona mikið. Held ekki. En við ætlum einmitt að tala svolítið Bandaríkjamenn í þessu samhengi því að þegar maður talar mannréttindi og mannréttindasáttmálann þá er nú að gefa Bandaríkjamönnum, einstökum Bandaríkjamönnum allavega ákveðið svona kredit fyrir það að hafa ítt á það að það yrði gerður svona mannréttindasáttmáli og þá Eleanor Roosevelt sem var forsetafrú Roosevelt forseta sem að, þú veist kannski á eftir Abraham Lincoln að áleika mikið á Abraham Lincoln hefur verið vinsælasti forseti Bandaríkjanna á nokkuð tíma. Fólk var með myndir á honum upp á vegg heima á sér sem mjög óvenjulegt í Bandaríkjunum. Mjög. Kannski sér slíkt í Kína og svona, en ekki í Bandaríkjunum. En hann eiginlega bjargaði svona þjóðinni að líta margir á frá kreppunni miklu, en minna en í söguskýringunni er kannski þáttur verkalýðshreyfingarinnar og sósíalískra og kommunískra hreyfingar sem voru svona pressa á yfirvaldið að krefjast þess að það yrðu svona ákveðnar úrbætur sem voru gerðar. En nú er Trump að taka allt í sundur, fjandinn hafi það. Byrjaður, svona líka hratt. Og það er búið lengi í gangi þetta. En við ætlum að bjóða velkomin með okkur þau Kristbjörg Örnu Elínudóttir, Þorvaldsdóttir og Hrafn Hannesson, aktivista. Við ætlum að spjalla eins málefni líðandi stundar, mannréttindi. Bjóðum þau velkomin. Kannski. Hæ, Kristbjörg og Askur, takk fyrir að koma. Takk fyrir að koma. Góðan daginn, takk fyrir að bjóða okkur. Já, auðvitað. Hafið þið farið til Bandaríkjanna? Já, ég farið 2 svar. Ég fór til Washington DC, held ég 2013. Svo fór ég til Minneapolis á öllum stöðum. Já, var kalt? Nei, ég fór undir sumar, en ég hef verið svona 13-14 ára þá. Hvernig fannst þér? Minneapolis, ég sá reyndar, var vitni að gríðarlegri fátækt þar. Okay. Mikið af fólki sem átti ekki neinn hús að venda og í DC þá var maður ekki meira í vernduðu umhverfi. Ég var aðalega frá Smithsonian-söfnin og þess áttar hluti með og afa. En já, ég fekk með að sjá þessa stéttaskiptingu með berum augum og þetta er íslenskt samfélag ekkert fullkomið en að sjá samt munin þarna í Bandaríkjunum þar sem að gríðarlegur hræðslu áráður í gangi gegn félagshyggju. Það var bara mjög átaklegt að sjá. Rosalega. En þú farið, Kristbjörg? Nei, ég hef ekki farið og mér langar eiginlega bara ekki að fara, sko. Ég er ekki með neina áform að fara aftur. Nei. Anita er ekki að selja það, sko. Nei, sorry. En við á Íslandi erum að sjá svona ákveðna hrörnun og síðrof á ýmsum sviðum. Það er verið að brottvísa fólki bara af engri góðri ástæðu þó það þurfi fullt af vinnandi höndum hérna á landi til að viðhalda vextinum og svona. Nú bara fyrir stuttu átt að brottvísa ungri stelpu frá Venezuela sem átti að hætta á að slasast alvarlega ef hún fengi ekki aðgerð. 30 ára. 30 ára, hún átti bara í raun hættu að verða fötluð, hún fær ekki aðgerðina. Já, bara alvarlega og varanlega. Já. Og náttúrulega hún var ekki búin með þetta ferli náttúrulega.
hann var í miðjuferli og ef það hefði ekki verið klárað þá hefði aðgerðin mögulega valdið meiri skaða ef hún hefði bara ekki farið í aðgerðin til að byrja með. Þannig að hann var búin að fara svona í einhvern fyrsta fasa. Já, sem var ekki búið að ljúka við. Sem að byrjaði hér eða byrjaði út í Venesúela? Byrjaði þarna því hún var semst að glíma við mjaðma-leiðhlaup, mjaðmalós. Mjaðmalós, já. En það kom ekki til ljós fyrir hún kom til Íslands. Já, ok. Þau voru náttúrulega búin að vera síðan, þau voru búin að vera 2 ár. Já, hún er svona lítill. Já, hún er svona lítill þegar hún kemur, já. Kom til landsins eins og alls. Já, sást eiginlega bara þegar leiðum byrjaði að labba, sko, þess vegna var ekki búið að greina þetta fyrir, sko. Já. En þetta var stoppað, eða hún allavega þau fá eitthvað leyfi til að vera enda lengur? Þau fá leyfi til að vera allavega fara í aðgerðina sem núna í byrjun febrúar en svo vitum við ekki hvenar. Það ennþá áformað brottvísuninni en við vitum ekki hvenar það Já, það ennþá. Já, það ennþá. Já, okay. Fyrir aðgerðina 4. febrúar meðan það stendur ennþá til að senda úr landi eftir á. En það var sem sagt, læknir sem Útlendingastofnunin hafi verið samskipti við. Hann vildi ekki gefa út fit to fly vottorð. Af því hann gata ekki metið hana sem hæfa til þess að fara í flug. Að hún ekki fit to fly. Það málið, já. bara dæmið heiðarleika hjá læknum. Já. Og þess vegna fær hann verið fram yfir aðgerðina. En við verðum að halda áfram að þrýsta á stjórnvöld og sjá til þess að hann fá að vera hér. Það er engin grundvöllur fyrir að senda hana burt. Nei, líka bara bataferli tekur alveg greiðlan tíma. Hún fór fyrst í aðgerð fyrir kannski ári og tekur rosalega langan tíma að bara jafna sig og fara í sjúkraþjálfun og þannig og hún hefur ekkert aðgang á því á Spáni, nei, Venezuela, þannig að mikilvægt að hún fái tíma hér til að, Og voru nauðsynlega eftirfylgni. Já. Hver er eiginlega rökin fyrir að senda þau tilbaka? Þau eru ekki skilgreind sem flóttamenn. Allt fólk sem sækir vernd frá Venezuela núna fær ekki skilgreiningu sem flóttamenn. En innflytjendur hafa nú alltaf, nú er ég barn innflytjenda, það hefur alltaf verið, sko. Akkur mig hefur ekki bara komað í þessum innflytjendur? Schengen og EES. Jú, það er eiginlega málið. Það búið að skilgreina Venezuela sem öruggt ríki þannig að þau eru að endursenda beint þangað aftur. Og fólk sem kemur frá Venezuela og fær dvalarleyfi þá á grundvelli náms eða atvinnu. En þú veist, móðurbróðir Emmu litlustelpunar, hann var myrtur, þú veist, þau voru á móti ríkisstjórninni, þau eru alveg augljóslegir pólitíski flóttamenn, en það er bara litið fram hjá þeim. Svo er líka fleiri dæmi að við eigum vini og þekkjum fólk sem hefur verið að flýja til dæmis frá Sýrlandi. Það er Ríma og Núra. Heimildin fjallaði eitthvað þær systurnar. Ríma var með tilnæmis sem framúrskarandi ungur Íslendingur. Já, hún frá Sýrlandi og flúði til Íslands til þess að saminast fjölskyldsynni sem ég er. En hún og systurnar voru sendir úr landi til Venezuela vegna þess að það eru með 2-falt ríkisfang. Flúðu Sýrland, hafa aldrei búið í Venezuela en eru með vegabréf þann. Þau þurftu vegabréf til að komast til Íslands frá Venezuela. Þær gátu ekki komið beint frá Sýrlandi til Íslands, þess vegna þurftu að koma til Venezuela og þess vegna brottvísaðum þangað. Þótt að því þekki engaðar. Mér finnst þetta alltaf svo furðulegt að þú veist, þetta eru fólki frá Venezuela búið enga sérstaklega og svo eru þau látin dúsa hana í allan annan tíma og svo sendið baka en á sama tíma þá, þú veist, þess að kapitalistinni geti grætt og vaxið eins og þeir vilja, þá þurfum við fullt af vinnandi höndum inn til landsins og það mun áfram aukast. Ég líka bara skil ekki rökfræði sjálfstæðismanna þegar tala að þeim taka mátti mikið af flóttamönnum. Hvar? Ef maður horfir yfir tölfræðina, þetta eru 86% eru Úkraínmenn sem var tekin ákvörðun að gefa sjálfkrafavernd, sem er alltaf hvað blessað. Sjálfstæðisflokkurinn tók þá ákvörðun að veita Venezuela fólki sjálfkrafavernd, dró þá ákvörðun síðan tilbaka með tilheyrandi hörmungum og gífurlegum kostnaði. Og restin er bara sáralítill hópur frá Afganistan, Palestínu og Nígeríu og Íran og öll þessi lönd, allt þetta fólk með þetta þjóðerni telja svona 7% af þeim flóttamönnum sem að fá vernd á Íslandi. Pingulítið brot. Það er bara pingulítið brot, þannig... Nei, það er tróðið landi. Það er ekki pláss fyrir meira. Ég bara botna ekki í því hvað sjálfstæðisfólk er að tala um. Nei, það sem ég botna ekki eins og þú Kalli varst að segja, að leyfa fólki að vera hérna í x langa tíma, eins og hvað er hún búin 2 ár hérna og ákveða svo bara einn daginn, fær fólk bara símtal einn daginn, herðu, því miður þið verðið að fara.
Bara að fá neitun náttúrulega á umsókninni sinni. Já, og það geta áfrýja umsókninni og þá fá þau síðara neitun. Og þetta tekur alveg langan tíma. Já, sumir fá fyrstu neitunum að bíða í ári eða 1,5 ár eftir seinni sko, og eru bara í óvissu í allan tíma. Þetta galið. Og þá þurfa að yfirgefa landi innan 14 daga til að fá ekki endurkomubann ef þau fá síðara neitunina. Ég held að, já, ég veit fólk á Íslandi sem búið að bíða í 5 ár án þess að fá endilega úrlausn í sínu máli og geta ekki unni á meðan að þau fá ekki atvinnuleyfi, þau geta ekki sótt nám að þau fá ekki námsleyfi. Það er bara ekkert líf. Ég held að lengsta mál sem ég veit tók 8 ár. Vá, hvað, já. Og að gera, bara sitja hérna og bíða. Já, og líka, svo veit ég með þess að kærunefndin búin að vera að drolla við sum mál sem eru í gangi núna síðan 2022, kærunefnd útlendingamála, sem 3 ára gömul mál sem ekki búið að fara yfir. Sem ekki búið að fara yfir? Já. Já, ok. Þú veist, ég spyr hvað veldur þessu en ég með ákveðnar hugmyndir sjálfur og ég held að það snúist, þetta bara meðvitað gert af auðvaldinu í heiminum, við sjáum það vestanhafs, þú veist, Rupert Murdoch, fjölmiðla samsteypan og svo framvegis, pólitíkusar á hægra og auðvalds megin, eru bara stöðugt að hamra á þessum línum, við sjáum Trump gera það, Elon Musk, margir fleiri. Þetta er bara svona klikkun og sýndar veruleiki sem málaður upp fyrir fólki og til þess að afvegaleiða þið, til þess að koma inn falskri meðvitundum, þú veist, akkur kannski gengur verð hjá til dæmis hvítri alþýðu í Bandaríkjunum, fátækri hvítri alþýðu, hverjum það að kenna? Þú veist, er það kannski kapitalistunum sem eru búin að færa alla framleiðsluna í annan eða þriðja heiminn? Nei, það er, þú veist, Mexíkonunum að kenna eða það er bláhærðu hippunum að kenna hvað það er, sko, þú veist, bara lítið frá okkur og þú veist, sláist á meðal ykkar, skilur við, það er bara svona planið hjá þessu liði alltaf reynd. 100%. Það minnst bara svo gífurlega ljótt þegar verið etja jaðarsettum hópum upp á móti hverju öðrum. Það er bara eins og maður sér svona populíska stjórnmálamenn gjarnan gera. Hafið ekki séð mýmið þar sem er maður í jakkafötum sem er með risastóra köku og það er ein smákaka. Já. Hafið ekki séð það. Hann er að telja honum trú að sko... Já, passaði útlendingurinn, hann vill kökuna. Já, hann vill kökuna. Ekki vera sá gæi sem fellur fyrir því. Já, í alvöru. Þetta er bara ekki satt, sko. Bara ekki neitt. Ekki neitt. Hvernig líst ykkur á Trump-ríkisstjórnina? Guð minn almáttugur. Hræðilegt. Þetta var fyrirsjáanlegt en ég er samt í áfalli. Ég reiknaði því miður ekki með öðru en kannski er bara eitthvað smá svartsýn. Nei, ég reiknaði ekki með öðru, sko. Hann líka viðurkennda að hérna í rauninni hafa riggað kosningarnar, sko. Og allir horfðu bara fram hjá því. Hann hefði sagt þetta. Og nú á espa upp átökin á Gaza, heyrist manni. Það allir þannig þessi gæjar sem eru í ríkisstjórninni. Já, hann vill... Hann talaði náttúrulega bara að fá Jordan og Egyptaland til að taka alla palestínumenn frá Gaza til sín og bara rýma Gaza. Jordani er búin að svara, sko. Svo er bara nei, við tökum ekkert við þau eiga heima þarna. Þau eiga heimilið þarna. Líka þvingar, fólksflutningar falla undir ákveði í þjóðamórs sáttmálanum. Algjörlega. Þannig að Trump er að segja bara gerast alveg hvað maður, þú veist, enn beinni aðili að þjóðamorinu, eru náttúrulega búin að vera alveg beinni aðili að þessu Bandaríkin Biden en það var bara íta undir þetta. Svo var fólk að reyna að halda því fram að Trump var einhver friðarforseti. Algjörður. Já, hann sagði sko að þegar hann kemur til valda þá myndi þetta sko stoppa og hann getur stoppa stríð Úkraínu svona bara næsta dag bara og hann ætlaði með að vera þekktur fyrir frið. Ætlaði að vera bandaríski Ástþór. Það Ástþór hefði ekki skilið, sko. Nei, ég segi það í léttu grínu. Já, þetta er hyllilegt. En það þarf að vera einhver andspyrna við þetta. Það þarf að vera einhver sameiginleg meðvitund að aukast í kringum þetta. Við þurfum einhverjar aðrar lausnir, þurfum einhverjar aðrar hugmyndir. En það kannski finnst ekki hjá valdhöfum mikið. En hvernig líst ykkur á nýju ríkisstjórnina? Er þetta að þakka henni fyrir það að Eleanor stelpunni frá Venezuela ekki verið brottvísað? Ég held að sé fólkinu að þakka. Við sko reyndum að hafa samband við þegar við höfum ekki áhuga að tala við okkur. Ég held að þetta sé bara almenning að þakka. Ég held að þetta sé bara læknirinn sem hafði áhrif að því að við reyndum að hafa samband, það var ekkert svar. Þetta vegur alltaf mikið að vekja athygli á málum í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum en ég held ekki í þessu tilfelli hafa þetta verið undir þessum heiðarlega lækni komið en ég veit ekki
tvístígandi með hvort að verði eitthvað svona breytingar í þessum málaflokk með nýri ríkisstjórn. Ég veit ekki alveg hvernig viðmótið hjá nýjum dómsmálaráðherra verður, en ég nú ekki að rekna með neinum byltingarkenndum breytingum, allavega ekki til þess betra. Ég bara mjög stressuð og líka bara sósíalista sé ekki á þingi, ekki píratar, þú veist, það vantar alveg í stjórnarandstöðuna einhvern með samúð eða félagshyggju. Já, þessi stjórnarsáttmáli líka algjört prump. Já, hann mjög þunnur og eða þú veist, það ekki nákvæmlega útlistað eða neitt. Nei, hann mjög þunnur. Ég verði eiginlega að vera sammála Bjarna þegar hann tala um þetta að vera þunn súpa. Já, í rauninni. Já, kannski eina sem var að sammála honum. Já. Líka bara Inga Sæland, þú veist, hún búin að vera með rosalega rasískar hugmyndir og hún yfir núna húsnæðis og félagsmálum, það hræði mig alveg smá, þú veist, varandi flotta fólk. Hún hefur tekið þátt í þessum leik sem að gerir að etja verkamanninum gegn einhverjum öðrum sem er ekki hátsettur í samfélaginu. Hún hefur tekið fullan þátt í því og það nú koma kannski betur að ljós hversu óskipulaður flokkurinn er. Hann virðist bara byggjast í kringum hana alfarið. Þið sáðu fréttina í dag að hún hringdi í skólastjóran. Ég sá fyrirsögn en náði ekki að lesa hana, ég var í vinnunni. Já, einmitt, hvað? Hún hringdi sem sagt í skólastjóra til þess að inn á eftir því að skór barnabarns hennar væru týndir og mörgum þykir þetta mjög óeðlileg afskipti á ráðherra að hringja svona beint og hvernig hún talaði og svona að þú veist, þú er aðeins að kunna þig sem ráðherra. En þú veist, kannski þetta sýnir fram á ákveðna vanvirðingu fyrir leikreglum lýðræðisins sem þó eru til staðar og það sést líka í flokknum hjá henni því að þú veist, það er bara búin að vera einn aðalfundur á 7 árum eða eitthvað. Samt í rauninni hefur hún alltaf sett sig á stall sem einhverjum humanisti og tala fyrir litla mannin og bjargvættur fyrir gamalt fólk og fatlað fólk. Já, og hún sé hún er alveg eins og við hún er ekkert öðru sem við, en við veist þú nú eitthvað að vera Nei, en svo er peningur til flóttafólks og innflytjenda skerða pening til hinna minnihluta. Það er ekki rétt. Fáránlegt. Það er ekki rétt. Nei. En bara þessi athygli að því hún orðræðan skiptir svo miklu máli ef hún er að segja þetta og fólk lítur upp til hennar því það hefur áhrif á hvernig aðrir, þú veist, kannski öryrkjar líta til flóttafólks eða að þú veist, þau hugsa, já, ég á ekki, þú veist, fæ engan peninga því að þau eru að taka hann af mér. Einmitt, og þetta er stór hópur, Já. Svo líka Inga má eiga það að hún er góður ræðimaður og er sannfærandi og stjórnmála fólk og hvað það ráðherrar þarf virkilega að vera nærgætið með hvernig að lefi sér tala í aðsetta hópa. Þannig, það er að vera svona fyrir neðan allar hellur hvernig orðræðan hefur verið hjá henni. Ég hef alltaf haft á tilhneigingu að varandi svona hatursorðræðu að það ætti minna, þú veist, að það er miklu alvarlegra þegar að ráðamenn einmitt eru með hatursorðræðu. Þú veist, það verða að vera einhver viðurlög bara einhvern veginn við því sem eru, jú, en það er kannski aldrei framfylgt eða gert neitt í því. Þú veist, hvað heitir það síðan nefnd Alþingis að hún tekur Þórhildur Sunnu á teppið en klaustursmenninni fór brögguna. Lítið skilur og Bjarni segir að tjaldbúðunar séu einhver svartu blettur á sögu Íslands sem gæti ekki verið fjarri sannleikanum Birgir Þórarinsson kallaði tjaldmótmælegin ógn við þjóðaröryggi. Jesús almáttugur. Nei, og svo í lýðræðisflokknum var bara með mjög hatursfull umræðum transfólk og ég veit ekki hvort að það fór til í þess að síðanemnd, það var allavega samtökin 78 kærðan Eldur þetta við já, fruniðan allar heldur en hvað með Palestínu og þessa nýju ríkisstjórn, hvernig líst ykkur á Þorgerði Katrín sem utanríkisráðherra? Fylgdistu með í kosningabaráttunni og hvernig flokkarnir sem eru ríkisstjórn töluðu þetta málefni þá? Algjörlega, og mér fannst í raun bara 2 flokkar koma til greina í þessu Talaði enginn um þetta. Og Þorgerður Katrín sagði já, það er verið að fremja þjóðmorð, svo leið og hún komst við völd, þá var hún eitthvað nei, það er ekki alveg svolítið erfitt að skilgreina þjóðmorð, leið og hún fekk völdin þannig að það er svolítið ukvænlegt. Ég bara átti ekki orð þegar hún var í krílsíldinni. Nei, sama hér. Það kom mér ávart, Já, ég bara svona, ég auðvitað gengur fólk stundum á bak orða sinna þegar við komin í stjórnin. Ég var ekki búist við að hún myndi gera það svona rúslega fljótt. Nei, nokkla. Það bara voru svona nokkra vikur síðan hún hafði verið að
tala hvernig þetta væri hryllingur og þetta væri ekkert annað en þjóðmorð. Þegar svona gerist, þá ég hugsaði alltaf, þegar fólk kemur til valda, einhver sem að pekar í þau og segir, heyrðu, þú mátt ekki segja þetta, þú getur ekki talað um þetta eða sagt svona, eða bara eitthvað í haustum og fólki sem bara svona, þú varst að ljúga og þegar þú kemst til valda þá bara svona, já ok, nú ætla ég bara að segja það sem mér finnst. Eða í rauninu varstu bara að segja það sem þú heldur að fólk vilja heyra og svo sniðu einhvern veginn aftur bara að þinni skoðun. Já, skil ekki hvað gerist þarna. Það sem ég varst þarna óhugnalegt var að heyra í Kryddsildinni og Þorgerður Katrín af því miðað við hvernig frambjóðendur Viðreisnar höfðu verið að tala og þá hélt maður allan að við myndum koma í gegn þessum grunnatriðum að beita efnahagsþvingunum að svolítið fordæma beitun neitunar valdsins og fordæma þetta afdráttarlaust sem að gerast og jafnvel töluðu fulltrúa Viðreisnar þannig að við ættum að styðja málsókn Suður-Afríku sem væri sögulegt að gera og við ættum að gera það. En svo í Kryddsildinni segir hún, að já, þetta hræðilegt en þjóðarmorðið ekki lagatæknilegt atriði og svo segir hún það sem verst, finnst mér talandi með hvað að gerast þannig á baku tjöldin. Og þá kemur hún með svona línu sem bara komin frá, svona, hvað maður að segja, NATO, vestrætni heimsvaldastefnu, skilur eitthvað stær kúkað upp þar, að því hún segir að uppspretta átakana þarna náttúrulega, fyrst segir hún hryllileg hryðjuverka árás Hamas 7. október og svo náttúrulega svona stóra málið í þessu að Íran að fjármagna hryðjuverk á svæðinu. Hvers konar lína þetta og hvaðan þetta að koma? Og þannig að maður veit ekki, já, ljúga sér brenna þing og svo actually, já, við bara fylgjum NATO vestræna heimsvaldastefnu og bara. En svo held ég fólk sem kjósi Viðreisn sé ekkert mikið að pæla í Palestínu heldur. Þannig að af hverju ætla hún að, hafa logið að þessu og hún var ekkert að standa bak. Mér er svo fárlegt að hún hefði sagt þetta og meint annað því að það ekki eins og hún hafi verið að segja þetta fyrir að fá atkvæði, Ég held að hún hafi reyndar séð ég held að það veri eitthvað fólk sem kaus Viðreisn í góðri trú. Og bara svona, var ekki búast við þessu, eða svona því Viðreisn að einhverju leyti svona úlfur í sauðgæru. Já. Stærsti hópurinn fór mikið af fylgi VG fótið Viðreisnar, allan að það fylgi sem var eftir, þannig kannski að það svona frekar hálaunaðar hópur sem var allan eftir á VG, en kannski þetta hefur verið svona hálaunaðar hópur sem sér hvað í gangi í Palestínu og svona, hefðu kannski ekki kosið Viðreisn ef það hefði vitað hver tónnin er raunverulega, en hvað veit maður, já. Það er náttúrulega kannski bara reynt að fiska öll atkvæði möguleg í baráttunni. Já, ég held það Ég held það sem máli Mannréttindi standa ekki vel í heiminum, eða hvað? Nei, vera að grafa undan þeim náttúrulega bara sífellt. Bandaríkin þar alveg fremst í flokkinu. Já, líka bara svona, svo ég held að fólk gerir sig ekki alveg grein fyrir í samvændi við árásina Gaza og þjóðmorðið í Palestínu. Fólk gerir sig ekki alveg grein fyrir því hvað að vera að grafa mikið undan bara alþjóðlegum sáttmálum, samningum og alþjóðlegum, að því ef þessar aðgerðir fá að vera bara í sífellu trássi við alþjóðleg, þá grafið svo gífurlega undan vægið þeirra og ef alþjóðleg þýðir ekki neitt lengur og mannréttindi þýðir ekki neitt lengur, hvað afleiðingar mun það hafa bara fyrir samfélagið í heild? Gríðarlega, en hvar er alþjóðadómstóll samt í alvörunum að pælir í eins og Netanyahu að búið að vera handtökuskipan á hann lengi, trekk, en hann ferðast út allan heim til Bandaríkjanna og akkur er hann ekki stoppaður eins þar? Það er líka málið að hafa bara lönd gefið það út að munu ekki handtaka hann, kæmi hann til landsins. Þannig að þetta nú þegar byrjað bara að gildi og vægi alþjóðlega sé bara hrunni komið. Einmitt, hvernig var að geta treyst á svo hluti ef eitthvað kemur fyrir hér? Þið þá farið eftir þessu að því að við erum hvítþjóð? Örgulega, já. Það er líka eitt sannleikur þetta er að þetta hefur eiginlega bara alltaf verið svona frá þó að Eleanor Roosevelt og ég held líka að forsetinn Roosevelt og margir í Bandaríkjunum þá og í heiminum kannski í sumum vestrarlöndum hafa svona reynd margir að vera að reyna að meina eitthvað með þessu en þá bara í reynd og raun þá var þetta bara strax allt brotið skilur og það var bara haldið áfram með heimsvaldastefnu, nýlendastefnu, innrásarstríð skilur og fjöldamorð, þjóðamorð og svo framvegis og það hefur alltaf verið þannig og alþjóðadómstóllinn beinir sér bara gegn fólki í hnattræna suðrinu í raun og þeim andstæðingum Vesturlanda og neitunarvaldi gera það verkum að öryggisráðið getur ekki raunverulega verið þessi öryggisvendill þannig að, og margir er að tala um það á svona þjóður hnattræna suðrinu, Suður-Afríka og fleiri að það verði að endurskoða neitunarvaldið einhvern veginn breyta þessu svo þetta virki og ef ekki að þá þarf bara að fara að búa til einhverjar aðrar alþjóðlegar stofnanir
að því að gleymum því ekki einmitt að þú veist, mikil meirihluti heimsins ekki í Vesturlöndum. Þau eru í hnattræna suðrinu eða þú veist í þarna miður Ameríku, Asíu og Afríku og þess að þar. Þannig að kannski, þú veist, verður þetta bara irrelevant á einhverjum tímapunkti en það myndast aðrar stofnanir. En það væri samt ekki gott, sko, því þú veist, það er mjög mikil áhætta í því. Það eru upplausn og milliríkja, þú veist, átök og slíkt. Sáuði ísraelsku gíslinn sem að var sem sagt sleppt. Hermennina. Já, hermennina, einmitt, já, hermennina. Sáuðu þetta? Já. Fengu svona goodie bags. Hamas gaf þeim svona goodie bags. Já, voru að kenna þeim arabísku og þau voru með plagg svona það sem stendur bara að þú fékkst 10 í arabísku eitthvað. Þau eru bara búin að læra arabísku og lítið eiginlega bara betur út heldur en þau fóru, sko. Rosalega munur á gíslum Palestínu og gíslum Ísraels. Það er miklu verið farið með gísla Ísraels og þeir eru miklu fleiri. Já, en bara gott að nefna gísla því að fjölmiðlar ekki að tala Palestínumenn í Ísrael sem gísla, þeir eru að tala sem fanga. Óleitar konur og svo framvegis. Og lítið börn, fangar án ákæra. Já, einmitt. Bara sturlun og svona pólitísk misbeiting tungumáls náttúrulega bara gríðarlega alvarleg. Mjög alvarleg. Og oft þá einhvern veginn gleymar sjálfur hvernig maður getur komist hjá þessari pólitísku misbeitingu af því að þetta verður rosalega rótgróð í mann gegnum allt sem maður les og bara almennar samræður. Dæmi kannski á Íslandi hvernig það ekki lengur tala einangrunarbúðir eða fangabúðir heldur lokuð búsetuúrræði. Já, ég var einmitt að fara, og stöðdeildi heimferðar og fylgdarliðið. Já, eitthvað svona, já. Brottvísunardeildi. Já, brottvísun, já. Og einmitt. Það væri að Bandaríkjamönnum svona Newspeak eins og í 1984, það sem að Patriot Act, þú veist, þjóðurnis löggjöfin eða eitthvað. Þetta er bara vaxandi vandamál. Já, svo er alltaf að tala sko, ekki voru myrt palestínumenn voru ekki myrtir heldur bara létust og ung kona, hún var 30 ára alls svona hlutir eða skiljið svona þetta hefur áhrif á hvernig þú sér hlutina sko, hvort sem að við áttum okkur á því eða ekki sko, undir meðvitundinni þá þú sér ung kona og þú hugsar ung kona eins og þú ekki 3 ára barn. Nei, ekki 3 ára barn og lést, hún var bara fyrir bíl eitthvað skilvið ekki, hún var skotið niður. Nákvæmlega. Já, ógeðslegt og maður velti fyrir sér þú veist, Vísir og RÚV og íslenskum fjölmiðlum að hvort, þú veist, blaðamennir séu bara að þýða greinarnar svona, en maður veit að þú veist, hjá bandarískum fjölmiðlum og öðrum vestrænum fjölmiðlum þar er markvisst verið að gera þetta mjög markvisst, já. Til þess að réttlæta þetta og oft eru menn sem eru að vinna hjá leyniþjónustum Bandaríkjanna eða Bretlands eða eitthvað að fara beint inn í fjölmiðlana, inn í samfélagsmiðlar í sanna og svona eru með bara einhver bein ítök hana og eins og Edward Snowden uppljóstraði þegar uppljóstrarinn að þá í þú veist valdi Patriot Act og fleiri svona löggjafa sem komu í gegn vegna stríðsins við hryðjuverk og þá getur bandaríska ríkið stundum kannski tala djúpríkið að því við erum að tala Pentagon, CIA, FBI, NSA og svona þau geta kært tæknir í svona alla í leynilegum réttarhöldum sem við munum aldrei vitum og krafist þess að tæknirísanir geri X, Y, Z þú veist, haldið þessu niðri, ítið þessu upp geri þetta allt í nafni þjóðaröryggis þú veist, sem ætti þetta að vera að kalla eitthvað heimsvalda öryggis eða eitthvað slíkt og eru svo bara markvisst að þú veist, réttlæta þjóðamorð og réttlæta hitt og réttlæta þetta. Já, en svo Meta á Facebook það var, sást ekki að þau settur inn í algoritman að þeir sem væri frá Palestínu og væri að segja frá að staðunum og væri að fara á live til dæmis og sína og svona að í rauninni var sett í algoritman að sína það ekki. Það er líka komið núna svo sem yfir þessi svona, hvað heitir þetta þegar það var að fara yfir moderation. Já, það er Ísraels kona sem var þau sem að fara yfir guidelines. Hlutlaust. Já, mjög hlutlaust. Og svo sko Elon Musk þú veist, segist hafa keypt Twitter og allra bjarga frá ritskoðun og svo framvegis en gera það svo klárlega ekki en svo er Zuckerberg núna með Meta á Facebook og Instagram að segja það sama og þeir eru allir komnir á Trump-vagnin Guðminn góður að sjá Elon Musk Mark Zuckerberg, Bill Gates og Jeff Bezos bara standandi saman á einsetningar aðtöfn Donald Trumps
þessi aðtöp þetta bara grátbroslegt. Þessi aðtöp, horfðu á þetta eitthvað brot ég alveg bara að þeim takist þeim að selja alþýðu fólki það, þú veist, vinnandi fólki í Bandaríkjunum að þetta séu þeirra menn þeir séu að fara að hjálpa þeim nú ætlum við að bjarga Bandaríkjunum líka bara innflytjendur að kjósa að þeir eru búin að vera heilaþegnir af, eða þú veist, það er klikkun og fólk sem hittu til í aðsettum hópum að kjósa fyrir Trump sem bara hugsa ríkasta að þeim ríkustu, eða þú veist fátækt fólk og innflytjendur að annarri eða þriðju kynslóð kannski já, bara ótrúlega sko. Hvenær hafa þau sýnt fram á að hafa einhvern áhuga á verkafólki til dæmis? Ég ekki að skilja eftir hverju þetta fólk að fara það náttúrulega kannski smá eins og Þorgerður Katrín þú segir eitthvað og svo gerir bara hvað annað en hann hefur aldrei sagt neitt sem hann hefur ekki einu sinni sagt neitt sem að hann sagðist alltaf bjarga TikTok sko já, þar hefur hann örgulega fengið eitthvað en hann sjálfur þegar hann var fórseti síðast að skrifa hann undir svona executive order að banna TikTok sko hann byrjaði þetta ferli alveg rétt og hann reyndar, þú veist, hann síðan núna þegar hann tók allar þessar skipanir núna, þegar hann tók við þá gaf hann TikTok átt að loka í Bandaríkjunum bara síðasta sunnudag þar síðasta en hann frestaði því 75 daga já, lokaði sko 14 tíma og gaf þeim 75 daga til þess að selja sér til bandarískra tæknirisa sko, eða einhverja fjárfesta eða eitthvað og þá komast þeir inn í TikTokið sko, geta stjórnað eins og hinnu allir náði hann að Rednote sem actually kínvest fyrirtæki já, sko Rednote þetta er tengt við kommunistaflokkin þar svo litla rauða bókin, þetta bara beint að skrá sig í og þeir hafa gráhugir á einhverjum njóstnum frá Kína og hann er viljandi að gefa upplýsingar já, hann líka bara Senator, I'm from Singapore so you're Chinese Nei, ráðherra. Ég er frá Singapore. Sáu þið Trump var líka eitthvað að gæla við það að ríkisvæða TikTok? Minn almáttur, þetta sá ég ekki. Það var, já, ríkisrekin samfélagsmiðil en ekki heilbrigðiskerfi. Forgangsröðun. Mér finnst nú reyndar að það ætti að þú veist einhvern veginn samfélagsmiðlana því að þú veist þetta er svona common, þetta er svona almennt rými þar sem við erum að fá allar upplýsingarnar okkar og eitthvað, allavega ætti að vera einhver sterk regluvæðing á þessu, mér finnst þetta ætti ekki að vera hagnaðardrifið, þetta ætti að vera open source, þú veist, gagnsætt og svo framvegis og kannski að fyrirtæki getur verið að selja eitthvað inn á þessum samfélagsmiðlum, en þú veist, þetta er bara en á undan heilbrigðiskerfi, það er svolítið galið það er svolítið galið, en já, svona með að við, nú kem ég aftur að eins og þegar ég var í Bandaríkjunum, með að við matinn hana þá finnst mér ekki skrýta þetta sé business, ef enginn er veikur þá er ekkert að gera. Já, maturinn er viðbjóður sem sagt. Maturinn er ógeðslegur, verður veikir og svo græða heilbrigðisfyrirtækin og tryggingafyrirtækin. Bara á vassflösku, ég var að drekka vatn og ákvað að lesa. Það á ekki verið innihaldslýsing á vatni. Foil 3.1%. Ég held reyndar að ég muni örugglega ekki fara til Bandaríkjunum næstunni bara á þessum forsetum. Ég var náttúrulega greinast celiak nýlega, þannig glútenofnæmi. Ég varst með getið borðað nokkuð í Bandaríkjunum. Ekki neitt. Ekki mikið alltaf. En svo er þetta smá líka þannig eins og er kannski því miður að verða í auknum mæli hér að það er alveg stéttir inn í Bandaríkjunum sem að hafa bara mjög gott sko. Þú veist, svona verða ekki milli og efri milli stéttir. Og ef hún er svona í stéttagreiningunni er það tryggja á hvern stöðuleika ef að nógu stór partur af almenningi er sáttur eða hefur það nógu gott er svona okay. Eins og er kannski hérna á Íslandi ennþá. Já, náttúrulega svoleiðis fólk er ekkert mikið að beita sér fyrir þessum málum að það finnur ekki fyrir því. Mér finnst samt svo klikka að fólk bara hafi ekki samkennd eða þú veist, átti sig ekki á því að aðri hafi það verra og það þurfi meiri stuðning bara að þau séu bara að hugsa sig sjálf sko. Já, líka bara gali líka bara það verður enginn eftir til að standa uppi fyrir þér ef að þú lítur fram hjá öllu nei, ég tók ekki þátt í þessar samræða því ég er ekki innflytjandi ég tók ekki þátt í þessar samræða að því ég er ekki fátækur en hvað þegar kemur að þér hver er þá eftir uppi til að standa upp fyrir þér ekki neitt Hann komum við líka hans inn á þess að við tala áðan alþjóðalögin og hvernig það krafði undan þeim. Fyrst er að Palestína og einn að annan hátt þá getur við orðið næst. Væntanlega. Ef við stólum á virðingu fyrir alþjóðalögum. Mitt. Það nú mitt að opna Grænlandi og svona, Kanada. Haldið að Danmark baki?
Ég held Trump sé að reyna eitthvað þegar hann segir, þú veist, núna fyrst hann fórst þegar hann fara fram á það að NATO-þjóðirnar standi alveg við samningin hvað var það 2-3% af vergri landframleiðslu að fara í hernaðarútgjöld og hann fór fram á það og núna er hann að segja að það er að vera 5% sko. Já, nákvæmlega. Glemdu. En er þetta eitthvað svona bully, þú veist, eineltis samningatekni þar sem hann ætlar að segja, þú veist, kannski 5%, og svo 7%. Eða, þú veist, gefum mig Grænland. Gefum mig Grænland og ég skal láta eins af þessum kröfum. Þú veist, og líka ef maður átti sig á því hvernig bandaríkjamenn Bandaríkin, ekki bandaríkjamenn þannig, hvernig það var að haga sér gagnvart bara heimsbyggðinni, þú veist, ef þau myndu sína sömu grimmd gegn Danmörku, skilur að faraði bara inn og gera það sem þau vilja til þess að ná í það sem þau þurfa og bandaríska heimsveldið er í svolítið krísu með það að gera að, þú veist, á síðast árið þá settu Kínverjar efnahagsþvinganir á bandaríkjamenn, lokuðu á útflutning af svona fágætum málmum sem eru kritískir í, þú veist, nýjustu tækni og hergögn og slíkt og Kína framleiðir bara mjög stóran part af þessu í öllum heiminum þannig að Bandaríkjunum sárvantar aðgengi að þessum auðlindum og þær eru að finna í Grænlandi þannig að þú veist, þeim liggur á að komast í eitthvað svona dót sko. Þeir eru ekki eignast vini allavega Kanada og Bandaríkjun núna Kanada er að hóta slökkva sérst á gasi og olíu og hitta eða rafmagni til þeirra og setja þegar Bandaríkjun setja 25% álagningu á allar vörur sem koma frá Kanada. Haldið að Trump muni bjarga bandaríska heimsveldinu? Nei. Ég held að þessi spurning svarar sér bara sjálf. Ég held að ekki, guðslof. Held að hann sé ekki eignast vini sko. Nei. Ekki neinstaðar. Nei. Því miður. Hvað finnst ykkur að við svona að fólk ættu við hverju ættu að vera einbeta að núna þessum dagan? Hvað er svona staðist? Hér þá er heimsmálum. Ég er bara mjög hrædd við hægrisveiflu í stjórnmálum bara allan heim sko. Og líka bara, þú veist, eins og Pírataduttaþingi, það er engin, þú veist, hægrisveifla eða aukin stuðningu við miðflokkinn, þú veist, sem er alveg, og bara Ísland líka tekur Bandaríkin svo mikið til fyrirmyndar. Ég til dæmis hrædd með hann að þegar hann var að gefa út Trump að það eru bara 2 kyn, hann að við gerum þetta næst. Þú veist, bara transfólk á Íslandi líka hættu að því við lítum til Bandaríkina svo mikið sko. Af hverju? Þetta er mitt, Bandaríkin hafa alltaf verið með þessa ímynd sem góði lögreglumaðurinn í heiminum og fyrirmyndaríkið. Þannig að sjálfsögðu er það mikið áhyggjuefni að Evrópuríki og bara heimurinn í heild muni taka hluti upp úr þessari stefnu. En ég held að það sem er bara mikið áhyggjuefni líka, það er þessi gífurlega hægri sveifla sem Chris Björk kom inn á og uppgangur populisma bara víða heim og bara hvernig grafið er undan lýðræðislegum gildum og mannréttindum og mikið af þessu stafræðilega af skorti á samkennd og bara hnignandi samkennd eins og OECD er búin að gera áhugaverða rannsókn hvernig samkennd meðal íslenskra ungmenna er meðal þeim lægstu í OECD aðildarríkjunum. Já, ég sá þetta. Já, þetta er eiginlega það sem ég hef mest áhyggjur af, svona skort og samkennd. Mér finnst við vera að fara tilbaka, ekki að skána. Og ég er ekki alveg með svarið við því hvernig við leysum þetta, en einhvern verða að finna út úr því og bara fljótt. Og bara tækla þetta, og bara ekki seinna en í dag. Nei, fljótt sko. Svo er náttúrulega eitt í þessu líka að þú veist upprisa populískra stjórnmála snýst eins og Trump, þú veist, það snýst líka það að báðir vangir meginstæðan stjórnmála, þú veist, í Bandaríkjunum eru bara fullkomlega spiltir og það eru mjög margir sem eru að líða stórkostlega fyrir það og það er mikil óánægja þar og svo koma svona, þú veist, demagogues, líðskrumarar eins og Trump og taka það til sín þannig að þú veist, en svona einhver raunverulegur alternatív er ekki að ná að þú veist, birtast eða verða til á öflugan hátt og meðvitundin er ekki þarna mér finnst það að vera sósíalismi það kemur kannski ekki á óvart en þú veist það er aktíft búið að vera að brjóta það allt saman niður meðvitundum það að brjóta niður
í Bandaríkjunum verkalýðsfélögin, hérna heima þið orðin bara svona rosa dauf og skrifstofuvædd og svo framvegis og það bara linnulaus áróður, endurskrifun á sögunni endalaust af því að þú veist það þarf einhverjar slíkar hreyfingar, félagshyggnar hreyfingar, fjöldarhreyfingar og einmitt tengist í skorti á samkennd og kannski aukinni einstaklingshyggju að fólk lítur ekki svo á að það geti verið partur af einhverjum svona stórum félagslegum verkefnum sem bara stórhættulegt. Einmitt, já. Af því það er eina mótsværi við því sem að gerast. Já, bara félagsleg þáttaka og bara virkni í samfélaginu. Það líka rosalega mikilvægt og líka einhvern veginn að eins og nefnir þess einstaklingshyggju að það að samfélagið sé ekki sterkt og það sé einsleitt, það líka alvarlegt vandamál. En þetta, þá kemur, nú ætla ég að setja mig álahattin, þetta einstaklingshyggja eða þetta í rauninni markviss búið að deyfa okkur? Nú erum við horfum öll svona niður í símann, maður fer út að borða og þú sér fólk við hringborð og allir eru svona. Er það við erum, í grunninn erum við bara eðlislega svona sjálfhverf, sjálfselsk, veit ekki hvort orðið er kannski betra, eða er markviss búið að deyfa okkur fyrir því sem er í gangi, þannig að við, eða skiljið hvað við, þú veist, það er matað ofan í okkur, það er alls konar matur, alls konar auglýsingar, það er samfélagsmiðlar, það er þetta, gerðu þetta, vertu svona. Við höfum aldrei séð til dæmis hærri prósent af þunglyndi í sko börnum, litlum börnum. Þú veist, átti þetta allan tíman að vera svona, eða skiljið hvað ég á við. Eru við í grunninn sjálfhverf, eða er þetta kerfi sem að við bjuggum til? Vorum við alltaf svona og verðum alltaf svona, eða varð þetta svona? Þetta er bara afleiðing kapitalismu. Já, það er nefnilega... Nú ég einhvern veginn að tala gegn sóttvörnum en ég tel samkomu takmarkanir á tímum kórónuveiru faraldsins klárlega hafa haft mikil áhrif á þetta 100%. Og gert það enn verra. Ítt undir. 100%. Já, ítt undir þetta og haft líka áhrif á bara félagslegan þroska ungmenna og í rauninni bara félagsfærni almennings. Félagsfærni, algjörlega. Við urðum öll svolítið svona... Þannig að við séum ennþá svolítið svona inni Við höfum ekki enn tekið almennilega við okkur síðan fyrir kórónuveiruna. Nei, pælið í því. Nú skildi engan undra auðvitað. Þetta voru 3-4 ár. Já, ég var 16 þegar COVID byrjaði, ég var 19 ára þegar samkomutakmarkunum var aflétt. Ekki góð tími. Nei. Aldrei góð tími fyrir sig. Óhefnileg tímisæting. En ekstra slæmt þegar maður snúlingur já, ríkalegt. En það einmitt, þú veist, þetta bara svona oft allan að tengist þessu að þetta bara óreiða markaðarins og frelsi markaðarins sem þýðir eiginlega bara, þú veist, frelsi kapitalista og borgarastéttarinnar til þess að gera bara hvað sem til þess að eignast peninga eins og, þú veist, Meta, Facebook og Instagram, skilur það bara, þau ætlar að gera okkur háð bara, peninga er eina sem þau hugsun og almenningsvaldi kennst ekki alveg kannski að og til þess að regluvaða þetta og hafa ákveðið vit fyrir markaðnum, fyrir kapitalistunum sem bara græða en eins og, þú veist, Engels í Origin of the Family, Private Property and the State, kannum ekki alveg að segja þetta á íslensku, að hann talaði þar svona frumstæðan kommunisma, að það er alltaf haldið því fram eða hægri haldið því fram að við séum öll svo eigingjörn og sjálfselsk og eitthvað svona, sjálfhverf og eitthvað tótt, en þú veist, skoðaði bara mannfræðina og þá kemst að því að, þú veist, mannkynið þróaðist í mannlegum hópum þar sem var ekki stéttaskipting lengst af, siðmenning þannig er ung í mannkynssögunni og þegar að þú ert í þessum frumstæða kommunisma þá er ekki einhver stétt inn í þessum hóp sem er bara arðræna og skipa hjónum fyrir og svo framvegis. Þú veist, þú kemur inn með bráðina og þú tekit að fara eitthvað einn og skamta því eitthvað rosa út, skrifa til hinn og gera þetta fyrir mig og gera þetta. Þannig að þetta er svona frumstæðar kommunismi í því að, þú veist, við þurfum að hjálpa stað inn í hópnum, kannski eru við stríði við aðra hópa og það gerist alveg, en inn í hópnum þá er, þú veist, samheldni, samúð, skilur, samvinna. Palestína. Ég hef aldrei séð fólk samheldið. Ég bara hluti á nýri svona samfélagi eða fjölskyld eða svona þetta bara, Einmitt, þau fá eitt brauð og þau skipta á milli með nágrunum sínum og eitthvað. Þetta er bara magnað. Ég ætlaði líka bara að leið mér fullir að ég
held ég alveg ekki að ég hafi kynnst örlátu og gestirstu fólki og því palestínska flóttafólki sem ég hef kynnst og bara fólki víðar frá Miðausturlöndum. Sammála. Þetta ótrúlegt fólk. Gangi gegnum allt þetta og vera svona góð jákvæð og gefandi líka. Bara þvílík svona auðmýkt og svona virðing og þetta svona örlæti. Þetta örlæti, já. Og þetta svona við erum fjölskylda. Líka hvernig, Kristbjörg, þú eru auðvitað ekki eftir hvaða ávarpa mann líka oft sem bróður eða systur. Já, nákvæmlega. Já, það er svo fallegt. Við ættum að vera ein mannleg fjölskylda. Líta svo á. Og ég held að svona flestir hafa þá tilhneigingu, skilurðu, svona á meðal almennings, en valdastéttir og ríki og slíkt þetta kannski verður sterkara en svo tilhneiging. Kannski er það bara þegar peningar eru í spilinu. Kannski þá verður við svona ég veit ekki, eða það er eitthvað sem við getum grætt á einhverju ég veit ekki einhver fyrring ég pæla oft í þessu sko einhver stað fórum við út af brautinni en mér finnst þetta samt einkenna eða bara vestræna heiminn sko já, ég held að það sé nú ekki alveg að segja það en það er náttúrulega stór alhæfinga en það eru auðvitað eitthvað til í því þú veist, þetta er rosalega svona nei, þetta er mitt mér finnst eitthvað ég veit ekki, kannski vantar eitthvað fjölskyldu einingar vestræn, við erum náttúrulega ekki mjög svona fjölskyldu hygginn ef maður pælir í sko svona já, það eru stærri fjölskyldur en þá viðan heim, þú veist, þau öðrum löndum en Vesturlönd kannski vera meira einstaklingsbundin já, ég er ofta að pæla hvað þetta er já, svona fjölskyldu hyggja þar er náttúrulega ekki endilega heldur gilda kjarnafjölskyldu, getur líka verið kannski bara meiri náungakærleikur og koma fram með fólk líkt og það væri fjölskylda já og lífa í einhverju samfélagi oft búið í hverfum og þekkjum ekki nokkran okkar einmitt já, þið blokka veit ekki hver býr maður bara ekki neitt það er eitthvað off við það er eitthvað off, það er eitthvað off það er rétt svo öldrun þjóðarinnar aukast og svona og við þurfum hjúkrunarheimili alveg helling en maður sagði hvað við myndum búa aðeins fleiri saman þá getur komið heima hjúkrun þú veist á eitthvað svona stærri heimili ekki endilega blóðfjölskyldan en bara svona mikið af fólki sem þekkist ágætlega og það er eiginlega líflegra já, í latínu allavega menningu og veit í Miðausturlöndunum fólk reynir að vera saman eins lengi og hægtir það er bara þessi fjölskylda býr á fyrstu hæðinni og þú veist, amma og afi og annari hæð og frænka og frændi og þriðju og allir bara hjálpast á. Já, en hérna þú veist, það ert ekki fluttur á heimann 23 og það er eitthvað að þér. Það er eitthvað að þér, já. Og amma, já, þú tónum 70 ára að fara já, nákvæmlega. Sem við erum að vanrækja líka. Gjörsamlega. Já, írensku vinn mínu þau hafa talað að menningin þar sé svolítið þannig að þú átt helst ekki að flytja út það er bara leiðilegt að þú flytur þetta þykir mér fallegt sko en svo getur þetta náttúrulega fjölskyldan þetta getur ákveðið svona takmörkun á frelsi líka í því sko að sjálfsögðu en þetta er margt við svona kúltúr sem er að finna góða líka það kostur okkur allar svo sem við allt sko heimurinn er fjölþáttur en sumt er bara ekkert flókið þú veist eins og það sem maður horfum upp á Gaza og slíkt þetta er bara augljóslega ógeðslega síðlaust og svo framvegis og það verður að gera eitthvað í því og það rættu nú allan að standa saman stundum maður botnar bara ekkert í því að íslenski stjórnmálamenn skuli ekki taka skýrari afstöðu þú veist eins og varst að nefna aðan af hverju anskotanum að vera að fylgja þessum NATO línum og heimsvaldasinnum og þjóðamorðingum þú veist, þú stendur með basically Netanyahu frekar en að standa með alþjóðarlegum þú veist, og bara grunn mannlegu síðferði Við höfum ekkert að gera með að segja ekki neitt sko Nei, og núna þá að vera vopnahlýja í Gaza en það er byrjað svona herferðin í Vesturbakkan sérstaklega í Jenin The Iron Wall eða eitthvað var til dæmis eins og háls og stelpa myrt þar var í gær og þetta er ekki fann eina umfjöllun Nei, kveiki öllum búðum og bílónu þeirra og húsónu þeirra Já, Ísrael líka byrja að herja á Líbanon í einhverju mæli aftur Já, og þetta har bara verið 6 vikur eða ekki eða sko þeir byrjuðu nú eiginlega bara byrjuðu nú eiginlega bara sama dag sko fólk var að reyna var að fagna og það bara skotið á Já, það hætti ekki neitt sko þeir hætti kannski aðeins á Gaza en á Vesturbakkanum bara júkuður ára sér bara búið stigmagnast þar ef eitthvað er Það líka gerir enginn eitt í því En það er samt líka held ég búið að vera dæmt ólulegt eða þú veist, er það ekki, ég sé hann að Jú, alþjóðadómstóllinn hefur
bara úrskurðar hernámið á Vesturbakkanum ólulegt. En hver framfylgir því? Nákvæmlega. Enginn. Það eru líka núna gerast brattir og eru að taka fullt af landi í Sýrlandi sem þeir eiga engan rétt á og komist meira að segja yfir mjög mikilvægar vassauðlindir sem tengist ekki bara inn í Sýrland heldur inn í Jórdaníu einmitt líka og vatnið þetta er alveg krítískt þarna á svæðinu sko. Vissuð þið að Palestínumenn eiga með lögum ekki regnvatnið í Palestínu? Já, ég veist það. Meg ekki safnaði einu svona til að drekka sko. Ísrael á regnvatnið með lögum. Já. Og ég bara, hver á rigninguna? Ísrael? Já. Þeim að lofa þessi í biblíunum fyrir 3700 árum. Jésús. Alveg sko. Já, Jésús, einmitt. Þetta er alveg, og samt er drykkjavatnið sko 96% eitthvað ódrekkanlegt sko. Já. Svo er þessi ríki eins og Saudi-Arabía og Egyptaland og Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmin sem að, þú veist, hafa kannski verið svona að láta yfirstéttin þar, ráðandi stéttir, hafa verið að láta eins og þeim sé antum Palestínu. Saudi-Arabía sagði, þú veist, við munum ekki vingast við Ísrael án þess að það sé raunverulega sjálfstæð Palestína og svo framvegis. Og þetta er nú bara, þú veist, augljóslega gert til þess að friða almúgan heima fyrir. En svo, þú veist, núna sést, skilur Trump að koma inn, Durga, skilur þeir ætla að vaða í þetta og Sátan er bara, þú veist, við viljum normalæsa með Ísrael, þú veist, en einhvern veginn þurfa að mata honi alþýðuna heima fyrir og svona hefur heimsvaldastennan líka alltaf virkað, þú veist, þeir segja stundum The Atlantic Slave Trade, þú veist, og Afrikumenn voru sjálfur að selja hvern annan, eitthvað svona, þú veist. Og það var rétt að vissu leyti að þú veist það voru konungsríki og slíkt sem að vestræni heimsvaldasinnar myndu bandalög við sem sviku svo sitt eigi fólk skilur og önnur ríki kring og öflugir og ríkir í gegnum það og þannig náður að stjórna svæðinu og Sátar eru þannig, þú veist, Katar og UAE og allt þetta. Ég veit líka bara Palestínumenn sem upplefa sig bara gríðlega svikna að hinum við Austurlandaríkinum og Arabalöndunum og eins sorglega það er þá er alveg mikið svona harðstjórnir með Austurlöndum sem að íbúalandana hafa mótmæl heiftarlega sjálf eins og maður sá í arabíska vorinu sem náttúrulega hefur ekki enn endað sumstaðar. Ég meina eins og náttúrulega borgarstyrjöldin í Sýrlandi er enn í gangi í raun. Þetta er því miður bara enda í algjörum hörmungum og ég held að sé aðalega þess að vestrænir heimsvaldasinnar eru að koma að inn og hafa óðurlega afskipti af þessu. Bara ekki spurning, Líbía er gott dæmi. Já, Líbía er fullkomið dæmi sko. Af því að Assad var vondur og hann er farin en núna ferði ykkur að bara svona hálfgerða talibana inn sko og þeir bara, þú veist, eru búin að vera í bandalögum við Ísrael og svona. Með ágjörð Kúrdum líka í Sýrlandi. Já, það er rétt. Þetta er hillilegt. En við verðum að láta í okkur heyra. Við verðum að einhvern veginn fara þetta göttur og reyna að vekja athygli og þrýsta á þessa ríkisstjórn. Er ykkur aðgerðir skipulaðar framöndan eða þeir eru nú mikið í starfinu, þú veist, Var þetta eitthvað svona megum ekki segja? Nei, Við erum aðalega að vinna í svona einstaklingsmálum. Nú er margt sem gerist náttúrulega baka tjöldin líka, en hver veit við oft koma líka bara tilfallandi mál. Ég held að sé á planu að gera eitthvað fyrir framan bandaríska sendiráði þá í samræði við félagið Íslam, Palestínu og Solaris og þannig. Það er ekki komin dagsending en það er bara út af ástandin þar er það eiginlega nauðsyn sko. Við látum vita. Ekki spurning. En svona að byggja samfélag, ég veit að það hefur aðeins verið gert bæði þarna í andrými og það hefur verið haldnir fjöldin allir kvöldverðum og slíkt. Það er held ég vísir að einhverju réttu að fóstra slíkt. Já, við vorum með núna í desember að mættu 100 eða eitthvað manns og það var yndislegt, bara svo gaman að sjá alla. Í samfélagskvöldveri á Borders svona cirka 100 flóttamönnum í mat, það var ótrúlega fallegt. Dásanlegt. En já, úr því þú nefnir andrými, það er rótækt eldhús, Radical Kitchen, það er á dagskrá í andrými næst 12. febrúar og öll eru velkomin. Glæsilegt. 12. febrúar klukkan. Við erum ekki búin að finna tímsetningu en að vera tilkynnt á Instagram. Það getur bara að followað andrými á Instagram og Facebook. Og oft svona viðburður sem bara allir velkomnir og svo gott bara, þetta er svo yndislegt samfélag bara, gaman að kynast nýju fólki og bara, Æðislegt. Eru síður á Facebook eða Instagram eitthvað sem þetta er að fylgja? Já, bara Facebook og Instagram og líka bara á vefsíðu andrýmis. Frábært. Og No Borders að sjálfsögðu. Já, oft auglýst það líka. Þetta er vegvísir að einhverju réttu og góðu. Við þurfum að byggja samfélag á meðutund og samstöðu og þess að það. Og reyna að einblína á það góða líka.
muna það. Þannig stækkuð. Fólk ekkert ógeðslegt almennt. Ekki almennt, sko. Það erfitt og það ekki fullkomið og slíkt, sko, en svona ráðandi stéttir valdið, það liggur ekki hjá þessari góðu tilhneigingu sem við höfum. Við þurfum einhvern veginn að breyta því. Askur og Kristbjörg, takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir mig.